Good morning Vietnam. Nei, Matti, Hættu. Ekki núna. Hættu, Matti. Þetta bara ekki snett. Hættu. Já, við erum komnir í loftið. Góðan morgun og velkomin í Vietnam. Við erum að það karlakonum 10 morgun. Það er gaman. Strákar, giskið þið hvað lag byrjar á þessu? Eitthvað tvíðalag. Nei, ég er eitthvað gilslag. Þetta er DJ Messerboy. Nei, sorry, Sigurjón Kjartansson bara svona Úr hverju var það? Nei, þetta er úr Despacito. Lol. Despacito. Já, Sigurjón. Hann er Justin Bieber þarna. Já, ég er alltaf að gleyma að það sé Justin Bieber útgáfa. Heyrðu, kæra áhundu, viljið þið heyra hljóðbú dagsins á hljóðbúrun okkar? Já, endilega. Þannig að ég er líka áhærandi. Setjið ágiskanir ykkar í svörin eða ekki, mér er alveg Við erum að spila hljóðið að þið 5, 4. Já, jóruföllið. Þetta er hljóð dagsins. Já, jóruföllið. En svo erum við líka komið kæra hérna. Mér sagði að hver eins og síma að Herri, já, það er við erum að þetta er þáttur 9 og við þáttur 8 síðast þátturna þegar við erum að hringi Bergabba og Pálma Gesson og eitthvað við tókum það upp í gær við erum að taka annan þáttinn röð vegna þess að Mattías er að fara út á landi það ekki Vestmannaeyja Vestmannaeyja lengst út á landi það er lengi hversu lengi ertu að vera þar? Ég verður kannski 2 nætur 2 nætur sko það er nú ekki meira ok, ég ætla að segja ykkur eina sögu hérna þegar ég var á leikskóla það var kennari sem var frá Vestmannaeyjum nei, gemt þetta í segur fyrir það nei, þetta er ekki þannig góð þetta er ekki góð saga fyrir það en hérna og ég sagði alltaf að hún var útlendingur Þetta er rasistinn þinn Já, Maggi er bara rasist er þessi komið með sögur fyrir Sérsatt Japp Nei Nei, Úlfur, þú finnur eitthvað Úlfur er aldrei komin með Nei, sögur hann er fyrir alltaf að spinna Samt er þetta alltaf satt hjá hann, það er skrítið Ég er líka mjög vondur í að ljúga í þessum lið hann Ég er líka Ég bara svo fáar sögur til að segja Það er alltaf þengt leiðilegar Já, líka mér, sko, ég er bara svona eitthvað Við erum engin the odd ones out hérna Nei, alls ekki Við erum engin Jaden Animation Hörðu, já, það hefur Núna hafið ykkur sem fattið Við erum svolítið búin að Já, ekki lemja tilbaka En já, við erum svolítið búin að slá í gegn Því að við erum Úlfur er líka búin að slá Magga að byrja trassi Við erum svolítið búin að slá í gegn Það er ýmislegt af fólki sem er svona Við þekkjum alveg Við erum komið góði vini Karlakons Það er Pálmi Gesson og Bergur Þið þekkja okkur bara Pálmi Gesson Viltu ekki segja söguna af því sem Bergur Ebbi gerði Já, það sem hann Begga Já, hörðu Í gærkvöldi Þá var ég bara síminn var batterislaus Þetta ég var að reyna að sína strákunum stefi hjá mannskurum sem var þess að Maggi var hættur og ég og síðan allt í einu þá bara var hann batterislaus því það er rosalega mikilvægt að sína stefi hjá mannskurum kannski það er mjög mikilvægt en já og við líka íslenski áskriðuglæpir já og sundlið sakamál og slögurmál og mannskurum allt og já síðan er það þá bara þá ég að það var eitthvað að ringi mig nei, Bergur að hringdi aftur ég með svona nokkra tilgötur kannski var þetta óvart, hann á eitthvað litlu stelpu eða eitthvað sem að fylgta í símanum hans pappa þíns hann er skotnýður eða að hann
Eða að hann skellti eða hann var búin að gleyma þýmtil og þau mist call eitthvað þau, já, þetta er gauðurinn með Ísland Það fær ekki mist call Já, hann hlýtur Nei, ég var spáð sann Ok, þannig að Arnmundur Mér sjálfgæft nafn Já Hann man eftir að hérst Arnmundur Já Hvað leita að nafninu? Já, það er til Arnmundur Ernst frændi minn, hann líka leikana, hann geti En svo svo margir því Sáttjaksarrættur og skjáðættur sem eru frábærir þættir með grínastunum Úlfi Magnúsinni, Magnúsi Sigurði Jónssoni, Matthías Atlasinni og Berg Ebba Bergur og Arnmundur Sigvarssoni einn af fáur nöfnunum og þú hefur ekki marga nafna Arnmundur Eða það sem er vilt ólíklegt Ég held að sé sem skotin í þér gerðist það Bergur Ebbi, hann var með fjölum þínum meðfinda þau voru ákveða, við ætlum að gera seríu 2 eða eitthvað bíómynd eða eitthvað þau ætlum að ringi mig til að láta mig vita það er rosa ólíklegt Þú getur fundið út eftir 1 ár eftir 1 ár þá voru kannski komin úr seríu 2 eða bíómyndin en reyndar minna og þetta var sagt því hálft ár það kemur oft í fjölmiðlur eitthvað núna er við að skrifa seríuna og þá verður að syngja Ian Berg þá er það en þá hugsaðu Arnmundur hringdi í Berg bara að eldjórn þú ert sá sem hvað til þess að gera þetta já, ég er þú gerður þetta vond núna eru þeir kannski að hugsa alveg eigum við að gera seríu en strákar eða Boss Baby 2 er að vera frumsýnd í dag núna það er 4. ágúst sem við erum að taka upp en það er 15. ágúst sem þátturinn er frumsýndur en veit þið hvað byrjaði í gær? það er 11 ára hinsegin dagurinn já, það er gay pride og allt það ekki sem við þetta fyndum út að Ísland hefur þetta bara 2 mánuðum aftur að venjulega júni mjög skrítið og þögnum svona mikið upp á þetta júni já það er gaman við höfum 2 ég var nú að ég klippti þáttinn í gær og ég hlustaði aftur á þessi síndil og mér fannst svo fallegt þegar Pálmi Gjarnan segir við þig ég byrði að heilsa vinið þínu Matthías það var svo já þetta er þegar hann baði heilsa þetta er hvað bara að segja þetta núna já, Pálmi hann tók vel í þetta hann var flott Pálmi ég leiði svo ég átti að segja eitthvað þegar hann sagði Úlfur og sko eitt á meðan við erum að hringja ég meði svo ég bara líka svo þetta var eiginlega stærsta stundin hlaður þegar þú hringir frægt fólk Úlfur hann var alltaf fylgst með þarna var hann í símanum sínum að spila tölvuleika ég var ekki að spila tölvuleika hann fekk skilaboð og ég leiði honum hann var sem alveg allan tíman hann hlýtur að vera eitthvað rosa markilegt það ekki þetta er bara muna, þú vilt ekki lögga það var eitthvað mamma að segja hvað veist þú kærastæðin var ólétt eða eitthvað ég veit það ekki hún er reyndar ólétt hvað? ég er að fara að vera pappi ég veist sem ekki að þú væri vikingur að verða frændi já, vikingur er að fara að vera hvað heitir kærastæðin? er það þarna sem er stalkarinn sem er alltaf að stalka karla konu eitthvað sem er alltaf að senda okkur eitthvað hlustar það er eitthvað skrifninguna getur klipt út síðastætti kalla ég að segja þeir segja kalla líflimósínu eða eitthvað ég kalla líflimósínu eða eitthvað já það er alltaf lagi ég fekk að byggja eftir því já, ég held að það sé alltaf lagi afsakið þessast pásu við þurftum að bara tala með það að segja það en ég glemdi því en ég byrja Úlfur, er þetta að segja þetta stalkarinn stóra litla vaffið nei, sorry, litla F-ið nei, segðu bara hvað hann heitir Fannar hvað heitir hún? já, hún heitir nei, ég er að tala um konuna úr Sims nei já, Begga Guðmund nei, byrju, Úlfur, segðu þetta Úlfur, ok, núna, segðu þetta Bergrún Ungadóttir Gúndadóttir Gúndi er ekki löglegt nafn en allir sem heita Gúndi heita oft Guðmundur þannig þú veist hann heitir örgulega Guðmundur okkur er ekki Gúndi er alveg á ég að segja ykkur hlustendur hvað ég rakst á Twitch
Ég rakst á konu sem var að gera ASMR í 18 klukkutíma í röð. Já, við vorum með honum að skoða það. Og Maggi sagði að það veri klána. Og það var kona í þessu. Svo fór ég bara til gamans í einhvern account sem aðeins svona rosa pæju, eitthvað gamer girl. Og Maggi algjörlega misti sig og fór fram og kvartaði til mömmu minna. Nei, ég fór á klósettið. Það var fyrst. Svo kvartaðir þú í mömmu mína. Já. Sem ég skil ekki af hverju þú gerðir. Þú er bara svo ógeðslega viðkvæmur gegn konum. Já, kannski við það eru þýst. Við erum börn og við ættum ekki bara að horfa á konur sem eru á... Þú ert barn, Maggi. Já. Hann er þetta... Hann er stór. 0 sem bera nafni Gundi sem fyrsta eiginnafn og 2 sem byrja Gundi sem... Hverjir eru að hangi í símanum? Afsaki, þetta var mikilvægt Nei, ég er að horfa á Þetta Arnmund. er líka mikilvægt. Hvað ertu að skoða? Þetta er líka bara klána, ég er að grínast. En, Arnmundur, viltu ekki segja góða pappabrandaræðin? Já, þannig að þú fannst á netinu. Já, ég heyrði alveg sæðilega brandar á netinu. Já. Sem var Ég finnst það vera að finna. Býtum Maggi, varstu með okkur? Þetta var í Gíðasól í Söngvaborg. Nei, hann var Og þið voru stanslust og þú fórst í hlátuskast þegar þú ímyndaðir Björn Kára eða litla björn í Söngvaborg. Ok, þannig að litli bróðir Magga leit út eins og í krakkinu Söngvaborg en það var svo finn. Mér fannst hann ekki líta út eins og á ég að segja þessi sem bjó á Spáni. Bjó á Spáni. En já, ég er ekki að tala um hinn sem leit út eins og heitt. Á ég að segja hann meira svo beint í bílum myndi ekki segja hann sko. Þetta er hvað sagði Spiderman þegar hann bauðst til þess að vera með í Avengers. Í Avengers. Já, ég horfi ekki á Ok, sjöðu hann bjóðan brandara ekki til, Úlfur. Ég veit, en hann er alltaf að segja Avengers. Já, Úlfur, ég horfi ekki á svona einhverja myndi með skrýtnum köllum að hoppa Ég veit, með skilki, sko. Þú veist hvað maður er að segja Avengers. Nei, ég horfi ekki á eitthvað Marvel eitthvað þannig. Þú ætti samt að vita þetta. Að hoppa byggingum með skilkir frekar auðvitað hvernig Avengers er. Já, og Avengers já, ok, hverjum er ekki sama. Hvað sagði Spiderman þegar hann bauðst til að vera með því? Avengers. Marvel en þú hljómar vel framlega fyrirtæki Marvel Marvel nei, þetta er ekki Nei þannig ef þú ítir á þarna versló og hækkaðu í bótt Versló ég heyri ég alveg ennþá perló ég er ekki Versló Ég hækka núna. Núna hann segir Persló. Já, sama. Persló. Ó, ég veit hvað er í gangi. Hann segir Persló. Hann er Vafá. Vafá Ersló. Versló. Já. Herðu, en þarna Við erum ekki komin í menntaskóla, við erum að rífa skort að Versló eða MR sé betra. Versló. Sem er heimskulegt, þetta MR er betra, Úlfur. Hættu. Já, síðan eru svona aðra ekki verið þú gerða. Svo ætlar enginn okkar í MR. Versló vinnur alltaf getur betur. Það eru Íslendingar. MR hefur unni 4 sinnum í röðin, svona. Og síðan eru það Íslendingar sem eru að kommenta á rásin okkar hvort að við eigum að gera shoutout. Það er kallað shoutout. Nei, hann sagði shoutout. Hvað var þessi gæi með margar söps? Ok, ég veit hvað shoutout er, en hvað er shoutout? Please, run. Ég skjóta einhverjum út. Við getum skjótað þér út. Shoutout. Hann skrifaði Ertu að meina kannski shootout? Eins og school shootout. Þetta er eitthvað til þess að gera grín af. Já, algjörlega. Nei, hann er að biðja einvígi. Fattar það, hann er að biðja einvígi. Já, við komum líka sko ég spurði samt í alveg hvað áttu við og hann segir að við erum að auglýsa rásin hans. Já, það Hvað rás er þetta? Þetta er eitthvað dark shoutout. Dark shoutout. Já. Heitir hann bara dark shoutout? Já. Ok, ég skora dark shoutout í einvígi.
Herri, já, en endilega við ættum ekki að bjóða þetta ekki einvíg. Jú, þetta einvíg, ég klárar hann var að subscribe, hann segi, ég búin að subscribe ykkur og getið þið auglýst mig tilbaka. Nei, það hljómar svo einvíg. Hann segir samt að þetta sé ekki einvíg, hann vill bara vera eitthvað með í liðinu. Ok, sverða einvíg þá, ofseint, það er ákveðið. Við vitum ekki einu sinni á það. morgun, þannig á mánudaginn eftir þetta kemur út. Þið eru ekki búin að skoða þetta komment, þannig, já. Hver er þessi gæi? Já, hvað gerir hann? Er það svona með gaming-vídeó bara að spila? Hann horfir ekkert á okkur. Bara að spila Call of Duty, bara svona poggers. Ok, en já, ég er að grínast. Ég er ekki að fara að hitta þig klukkan 3 á mánudaginn. Subscribe-ið á Dark Shoutout. Ef þið farið í einvígi, það með mér. Já. Subscribe-ið. Svo hittir hann þig klukkan 3 á mánudaginn. Það er ekki ákveð hvað, það er heima. Það er eitthvað svona lítil stelpa sem er svona arkitektstelpa sko, á íslensk, á TikTok. Hún er svona 5 ára. Hún er svona alltaf að búa til svona hús. Já, ég ætla svona, þetta er bara frekar basic. Ég ætla svona að setja eldhús hér. Held að þetta verður bara svona herbyggi. Og hún er, það er eitthvað svona 3 followerar. Svona þegar þið tvö verið bæði svona nógu gömul, þá getur þú bara við, þá getur þið bara að byrja saman. Kannski verður þetta ynguna. 7 ára aldursmunur eða eitthvað. Nei, hún, ok. Það er 10 ára aldursmunar. Þetta gæti verið eitthvað svona 15 ára. 5 ára. Þetta er enda mjög, ok, ég held að hún er alltaf 10 ára nema þetta er eitthvað filter. Hvað heitir hún eiginlega? Ég veit ekki, hún er eitthvað. Þetta er perfect match fyrir Ég get ekki fundið það. Það er bara like story og like þetta ekki því að mér Veist þú einhvern artist? Stelpu? Veist þú einhvern? Já, örugglega. Einhverja aðra, ekki svona, ekki barn með hennar Rán Flígering eða eitthvað svona. Þú veist samt að Rán Flígering, þú veist hver hún er? Já, ég veit hver hún er. Og þú veist hver eiginmaður hennar er? Nei. Bergur Ebbi. Hann er stelpan sem var líklega var að fyrst í símanum með Bergs Ebba. Var Rán Flígering Já, þannig það gæti verið símanum með Bergs Ebba. Þú munt giftast stelpu sem var að leika þér að því að ringi mig í gamla dag. Þetta er magnuð. Og þá með Bergur Ebbi vera tengdarpabbi minn. Já, þú veist síðan er hann bara ringja með Bergur Ebbi tengdarpabbi. Ég myndi að vera Bergur Ebbi og tóti hann og þeir bara Þetta er mjög skrítið umræðefni. Ég var bara að fatta hann. Ok, virkilega hún að sé ekki. Ég ætla að googla hvort að Rán flýr á dóttur. Hvort að Já. Hví erum við að tala? Afsakið Bergrán. Afsakið bara Bergrán. Er þetta eitthvað ship eða? Hvað heitir hann? Rún Ebbi eða? Rún Ebbi? Já, ég veit ekki, ég kom bara með eitthvað random penna Ebbi. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um að ég myndi byrja með dóttur Rán Flígerings og Þetta var ekki Bergur. spurningur. Þetta er mjög creepy sko. Ég held að Bergur Ebbi eigi eftir að kýla mig þegar hann hitti mig sko. Afsakið einhverju hringja. Hann er grínir sem þú. Hann er örgulega húmormaður. Hann skellt á vart á. Hann á eiginlega að vera eins og allir papparnir í Andabæ sko. Allir papparnir í sirpubókunum eru alltaf einhverju harðjaxlar. Þannig að ef eitthvað rangt gerist þá berja þeir Andri söndi í andliti. Ég fann mynd af dóttur hans. Þetta er dóttur hans. Þetta var framtíðar konan þín. Þetta er framtíðar konan hans Úlus. Þú er ekki þessari. Má ég sjá alla fjölskyldu myndina? Já, þetta er hún. Nei, við langar að vera með þessum. Já, ég veit og þú ert náttúrulega alls fíkinn. Þú getur byrjað bara með honum. Bara yngri sinninum. Nei, ég verð að hætta þessu. Ég er svo hrættur að Bergur Ebbi Af hverju er hann að Ég er svo hrættur að Bergur Ebbi eigi eftir að hlaupa að mér svona eins og flugmaðurinn í mið Ísland flug. Sko ég sagði það ég hétt Arnmundur. Það eitt nú fór það. Kannski googla hann á YouTube og sá þetta aðeins á TV. Hlustar hann næsta þátt og heyrir að þú nærið. Ég er mjög hrættur við Bergur Ebba. Við skulum tala um eitthvað annað. Tökum þetta
Bagga. Ég er bara að fatta Þetta er skrýtnast og umræðni heimi. Já, en ég er bara að fatta að við getum gert ASMR á þessu hér. Hverjum var ekki Þau eru með hægri og vinstri eyrna. Það hlýtur að vera einhver önnur. Ok, searchaðu bara svona teiknistelpur á Íslandi. Teiknistelpur á Íslandi. Úlfur, ef þú finnur líka eitthvað teiknistelpur og veistu hver til Leonardo da Vinci x Mona Lisa. Það er uppáhaldsklámið mitt. Ok, ég var búist við þetta rólegur. Klukkan 10, við erum eiginlega allir vaknaðir. Ég vaknaði fyrir 3 tímum. Þetta hérna er eitthvað teiknistelpa á Íslandi. Já. Hún er frekar fræg. Oh my god, hún er svo hotti-potti. Það er annarkvort Ekki segja nafnið upp á, svo allir halda að ég sé eitthvað skrítin og þessi stelpa fattar það. Við erum ekki. Ég ætla meira sig að vera að setja inn á samfélagsmiðla. Þið þurfum bara að googla teiknistelpur á Íslandi. Það eru fleiri teiknistelpur á Já, það er Íslandi. önnur, það er þessi hérna. Það sést ekki andlitið hennar. Wow. Þessi er heit. Úlfur er bara að horfa á hendurna. Ég sé svo mikið eftir því að hafa gert grín af því að byrja með tótturinn. Ok, Úlfur mætti elska þess að hérna hendur. En þetta Er einhverju leysi húsa, er einhverju húsavistar sem er ennþá lifandi sem ég get gift? Já, oh my god. Leit út svo stokkum. Hvað er svona funny bunny stelpur á Íslandi? Grín svo stelpur. Grín teiknistelpur á Íslandi. Ok, ég held að kannski ekki grín stelpur. Grín gamer teiknistelpur. Það kemur bara mitt að fulla núna, sko. Já, en hann er ekki stelpa. Nei, það kemur ekki. Hvernig veist þú það, Úlfur? Það er bara Hérabjörg. Úlfur. En að frétta stelpur. Ég ætla að byrja með Úlfur og Hérabjörg eiga samli. Þetta hérna frétta stelpa, Maggi. Þú getur byrjað með þessari. Þetta er sjálfstöð, sko. Þetta hérna er stelpan. Þetta er ekki frétta. Þetta er kannski kona eittir heldur ég. Já, hún er dóttir og er í sjálfstæðisflokk. Hún hefur áhuga á pólitík. Já, ég man þegar þú var svo skotin í henni. Þetta er besti kall. Ok, þeir eru kannski svolítið að líta fram hjá augljósakostunum, en allt í lagi. Berga Ebi. Tölvuleikja stelpur, það er nú fyrir ykkur báða. Google bara gamer girl. Gamer girls. Nei, ég maður koma eitthvað klám á Gamer stelpur á Íslandi. Á Íslandi, ég vil íslenska stelpu. Ég vil ekki vera Dani. Nei. Sko, ég trú ekki að þetta er tekið upp morgunin. Tölvuleikja stelpur á Þetta er Íslandi. svo eitthvað svona barnaníkur að googla. Já, ok, Maggi, hérna eru 2 fyrir ykkur. Oh my god, maður sjá. Hver vil hvaða? Ég sé varla neitt. Hver vil hvaða? Ok, þannig að ég ætla að fá þessa. Nei, ég ætla að fá þessa. Þú var þessa. Hvað er, ok, Hver fær hvaða? hvað er þessa? Ok, strákar, eigum við ekki að fara í liðið? Já, ok, Úlfur, réttum að síman. Eigum við að taka rökræður? Nei, byrju, en Úlfur, ég náðu ekki. Hvað með að ég fer bara með Hver á þessa? Hver á þessa? Ég fer í trekant með þessa tvær. Ég fer í trekant. Hver á þessa? Má sjá. Hver á þessa? Maggi, Ég á þessa. Ok, ég meina hugmynd. Hvað með bara, ég segi í endan á þættinu bara þessu þættur ekki fyrir viðkoma sálir eða eitthvað. Já, þessi Doki Literature Ég Club. bara þess að sátt This sem bannaði er hann 10 ára. This game is not Ég veit það suitable for people Við erum komin á under rosalega 13 hálan and ís. up. Ég held að við En Hvernig byrjaði þetta umræðumni? Við vorum ekki að tala um Við vorum að ég var að segja Bergur frá arkitekt að stelpa á TikTok Já. sem vorum við byrjað að tala um að Alveg. við vorum bara frekandi tölvuleikja stelpur út í bæ. Líka á Bergur að byrja með stelmaðu verð. Og við vorum Þú komið þá umræðum Hver ætlar að syngja stefið? Hvaða stef? Fyrir smásöluna. Já, ég og Matti erum með smásöluna núna. Já, ok. Ok, ég fer fram. Það var að hringja í þig, þú veist. Ég veit, ég ætla að taka síma. Nei, Hver er að gera núna? við erum með þetta, Maggi, það er ekki að fara út. Hver ætlar að gera núna? Það er nokkar að geta út því það fáum við filtin. Ég gert það frekar, það er skemmtilega. Já, þú ert, Maggi, taktu með þér símanu þinn. Matti, hann hringir í þig, tengir þetta við. Hvað erum við að fara að gera aftur með þá tvo? Nei, það er smásólu með þeim núna.
Ég smásán, ok. Nei, já, ég Er þetta bara Þú ert núna Sigurjón. orðin að dagskrálið þér? Já, við erum alltaf að prófa þetta í eitthvað skipti. Ok, þannig Maggi, þú ert Jóngnar, þú ert að vera eitthvað skrítin. Þú ert svolítið vandur. Já, þú ert góður Sigurjón, sko. Hlustið á tvíhöfða. Algjörlega geggjað. Stöktu bara. Úlfur, ég skulum syngja smáþarlastefið, ok? Já. Hringdu hérna vinur minn í smásálina. Komdu hérna vinur minn. Já. Hringdu hérna vinur minn í smásálin. Hringdu hérna vinur minn í smásálin. Ok, já, það einhver komin á Já, góðan daginn. Já, halló. Já, hvað heitir þú? Ég heiti Sveinlaug. Geturðu talað að hæra? Já, ekkert vandamál. Já, ég hækka hérna yfir. Og ég var hvað vilt þú að tala um? Já, ég ætlaði bara að tala hvað ég var erfitt með að fá kærasta. Já, ég nú að leysu. Já, gott að vita. Ég samt ekki að vera með þér, Já. Nei. Ég var ég nú ekki sálfræðingur. Ég get ekki hjálpað með kæristamál. Nei, en ég ætla bara svona. Ég get ekki hjálpað með Já, Já, ég segi allir að ég líti út eins og norn. Já, við erum núna það ekki síma, þannig ég veit ekki alveg hvernig þú lítur út. Já, þú getur sett það, ha? Ég veit ekki alveg hvort mér langar til þess. Ok, til að. Já, ég líka með áhuga á að elda. Já. Ég er með fjölda athyglisverða uppskrifta. Já, eins og Ég baka kökur. Ég er með alls konar kökur sem ég elda. Ég baka súkkulaðibita kökur. En ég er búin að vera að prófa einhverja nýjungar. Og ég er búin að vera að setja hlaup út í þær. Já, það hljómar nú ansi helvíti ógeðslega nefnilega. Já, það er ekki rétt sér. Bakaði bananabrauð bara helgina. Já, ég sendi þið nefnilega í pósti kökur í síðasta eitti aðdáendapósturinn. Hvað? Það útskýrir klessuna sem var fest í dyralúinni eða hvað sem þetta heitir. Haha, nei. Getur þú lækað í mér, please, ég skal tala herra. Maggi, það heyrir svo lítið í þér. Já, ég var bara svona spá. Ég ætla að þess að hækka í mér. Hefur einhver gæludýr eða einhver? Já, ég er með kött. Já. En hann er búin að vera með svolítið vesen. Já. Hann er búin að vera fyrsta svolítið í pottunum. Svo ég þurfti bara og búin að vera svolítið svöng. Svo kötturinn var í matinn fyrir gærkvöld. Já, nefnilega hund. Já, ég kaupi hunda. Hann er læstur inn á baðherbergi núna. Já, hvað er það? Já, ég kom við að baðherberginu í áðin og tauk hundin og hann er komin í súpuna. Ég er alveg nógu hrættur og veist hvað ég bý. Já, hann er komin í súpuna. Viltu hætti líka að senda mér marmarakökur? Ha, ég hef aldrei sendið marmarakökur. Já, við sendum... Ég hef bara sendið marmarakupp. Já, þá skil marmarakuppin og... Hvað með tjöflaterturnar? Já. Og eplabökurnar. Já, bara svona einhverjir auka hlutir. Þannig að, já, hvað er eiginlega frétta? Ha, já, ég er búin að vera að baka. Ég bakaði hundasúpu, ég ætla að koma með hana heim til þér í morgun. Hann kemur hundasúpa. Ætlar að borða hundasúpuna sem ég sendi þér? Ha, nei, ég er ekki hún. Þetta er nú þín eigin hundur, ha? Já.
Hefur þú eitthvað hvernig lífið að ganga hjá þér? Hvernig gengur lífið hjá þér? Já, ég held að vera í pottinum. Má fara í pottin? Fyrirgefið þetta. Þú stælir raskatið. Já, ég er líka með svín. Já, svínin er að gengi vel í húsinu. Já, en ég held að það komin annars stæðna. Nei, það er engin annar. Ég kem með... Hvaða dýr ertu með þarna? Kengúru, það er kengúrusúpa, ég kem með... Já! Maggi, þú þurftur að segja eitthvað sögu. Það er hvað Ég er bara að reyna að segja sögu. Þú varst ekki að segja henni sérstætt, sko. Ég er bara að reyna að tala, en það var svona, ég gæti ekki beint sagt einhverja snákama sögu. Nei. Herru, já, hvað eigum við eftir? Við erum eftir myndir fyrir 1.000.000, segir satt, Djöfull langar mig að hlusta og rökræður. Smásálmin sem við gerum síðast. Já, en þarna hvað... Ég held við ættum bara að fara yfir í myndir fyrir 1.000.000. Já. Myndið þið fyrir 1.000.000. Ok, segðu. Myndið þið fyrir 1.000.000. Eyðileggja öll ráftæki í húsinu ykkar. Nei. Þetta maður sem var að spá. Kostar það meira eða minna en 1.000.000? Já, ég segi nei. Nei, ég held að samanlagt væri dýrara en mig. Mínus eldhús þá. Hvað sagður þau aftur? Myndir fyrir 1.000.000 eyðileggja öll ráftæki í húsinu. Nei, Úlfur er sko með PlayStation 5, svo það er freka dýrt. Já, líka Arnmundur. Líka mínus öll svona eldhústæki hann. Já, ok. Myndið þið fyrir 1.000.000 þarna myndið þið fyrir 1.000.000 borða sand? Já. Nei, þetta er ekki held. Borða sand í öll mál í viku. Nei. Öll mál. Myndi maður ekki drepast, já. Jú, ég myndi ekki vilja. Nei, ok, borða eina sandmáltíð á hverjum degi í viku. Já, ég myndi gera það. Já. Því morgunmat eitthvað, kannski hádegismat eitthvað. Nei, borða sand. Kaffi, bara kaffi. Ok, myndi þið fyrir 1.000.000 ala upp jarðkött með reybís í 1 ár? Nei. Hvað er eftir jarðköttur? Þarna eins og Tímon. Já, þannig, já. En þeir eru sætir, er ekki með reybís? Þeir eru risastórir. Þeir eru ekki risastórir. Þeir eru allavega frekar stórir, sko. Nei, Magnús. Líka, sko, með hundu ekki. Myndið þið fyrir 1.000.000 sofa yfir annar hvern dag í hálft ár. Sofa Yfir annar hvern dag. Bara sleppa öðrum hverjum dag, sofa bara annar hvern dag. Nei. Í 2 mánuði. Nei. Já. Fyrir 1.000.000. Ok, fyrst Það er að tala að sofa allan daginn. Já. Ég myndi ekki gera það. Ég myndi bara ekki nenna því að liggja í rúminu. Þú myndi bara geta svo fengið bara sveppillur. Já, þannig, já. Þú myndi bara sopna annað hvern. Þú myndi bara missa af öðrum hverju degi. Já, ég myndi alveg gera það. Aðalvandamáli verið að halda, sko, við erum góð í formi. Sorry, stakkar popfiltrið minn var... Já, það er ekki jarðskjálftastúdíu, það myndi bara Úlfur að fíblast. Og Maggi að leika hann. Ok, þetta var myndir fyrir 1.000.000. Við erum eftir að fara í Segirðu satt síma og séum eftir að fara í Við erum eftir að fara í rökræður. Ég var spjall í 5 mínútur. Hvað eru næstir í rökræður? Ég var spjall í 5 mínútur. Já, talandi kærusturt.
Síðan ruggraður. Og svo enda þarna á ruggraðum ekki, bara frekar. Ok, þannig að Ok, enda á símanum. Jú, enda á ruggraðum. Ok, Galla og svo rífin. ég veit ekki hvort við höfum alveg tíma í 5 mínútna. Já. Ég held að, hvað með gerum bara ruggraði núna? Það eru sko 20 mínútur eftir, það er 30 mínútur eftir. hver er ég að gera núna í rökkaðum? Við. Ok. Það ætlum bara að fara beint í það. Já, ég held að, ef ekki bara gera eitthvað stutt. Hvernig á það að vera? Hvernig á það að vera? Ólu, vilt þú vera heimski? Já, auðvitað. Já. Ok, byrjum bara. Halló? Halló? Hæ. Já, hæ, Anna. Svona, ég vinn hérna. Hver er þetta? Ég vinn hérna, já, ég er að selja bækur á netinu. Ertu að selja bækur? Já, veistu hvað ég er að selja? Nei. Ég er að selja fucking órangúta á 1 krónu, sko. Já, Steinn. Fucking bummer, sko. Ert þú ekki Steinn Þetta er algjört lame job, sko, selja órangúta, sko. Er þetta Steinn Harðarsson? Já, þetta er Steinn Harðar, sko. Maður bjóða þér nokkuð að Harðar neðan, sko. Maður bjóða þér að kaupa allt rits af David Attenborough á 1 milljón bókina. Já, einn órangúta sem ég nefndi David Attenborough, sko. Ég er enda skýrð, sko. Já, hann er núna einn í kristni Hefur áhuga á ritsafni David Attenborough? Vissið þú, þetta er eitt sem ég lærði úr fermingarfræðslu myndbandi, að ef að það er bæði oftrúað fólk og fólk sem trúir ekki neitt, þá getur það orðið svolítið hættulegt. Já, herðu, afsakið, ég er hérna það er hérna í gangi, ég er hérna með pakkaða dagskrá í það hringi 80. With a bag. Hefur þú áhuga á því að kaupa þetta? Hefur þú áhuga á því að kaupa órangúta? Herðu, fyrirgefðu. Ég er nú bara að bjóða þér bækur til sölu. Viltu svara? Hvað er að þér? Heyrðu, Steinn. Já. Steinn. Já. Hvað er það að gera þetta símanum? Já, ég er bara að bjóða upp á órangúta á 1 krónu, sko. Já, ertu nokkuð að halda framhjá með mér? Halda framhjá með? Nei. Ég er ekkert að halda framhjá með Herðu, Ég er ekkert að halda framhjá með Sveinlaug. Við erum búin með ritsafn Attenborough, vissir það ekki? Það er lengur búið. Hvaða fólk er þetta, maður? Herðu, allan maður bjóði þér að fá þetta ritsafn. Ritsafn? Ég kann ekki að lesa í guðum. Já, þá ger ég ráð fyrir að þú vilt ekki fá þetta ritsafn. Hvað er í gangi? Nei. Herðu. Hvað er í gangi? Hvað er að halda framhjá með eiginmannum mínum? Nei, ég var nú bara að bjóða ritsafn til sölu. David Attenborough hefur áhuga á því. Herðu. Ég er sölumaður, símasölumaður. Jú. Herðu, þetta er bara eitthvað rugl, sko. Herðu, hætt að flengja mig, kjæklingin. Jesus Christ, maður. Þetta gengur ekki mikið lengur. Jú. Herðu, ég skal fá þetta ritsafn. Herðu, já, ég tek ekki þátt í þessu. Ég skal fá þetta ritsafn. Já, þarna, hvar býrðu? Hvar býrðu í bænum? Ég býn fucking Núpagötu 13. Já, er það þarna í Breiðholtinu? Nei, Árbænum? Nei, þetta er alveg hverfi á Íslandi. Já, Jórufellið. Já, þú býrði í Jórufellinu. Nei, já, ok, fyrirgefðu. Hei, Jói, akkur með krakkan í vinnunni. Hann hefur þetta Jórufell á heilanum. Og ég er með órangúta. Jói, þú mátt ekki taka með krakkan í vinnuna. Djöfisins, fá pjáni. Þess að þetta er hérna, Jói, hann er aldrei fóð þetta. Ó, ég held fyrst að þetta fyrir köttur í þið. Má bjóði ritsafn David Attenborough? Nei, eftir rópa. Herðu, já, rétt á hann að segja að þú vildir það. Já, ég vil það. Já, Núpagötu 13. En langar þér ekki í órangúta? Ég sé líka lemúra. Nei, ég sé líka lemúra. Ég er símasölumaður á netinu. Ég sé líka lemúra. Já, Núpagötu 13, það er ekki að skjóra. Það er engin gata hérna sem heitir Núpagötu 13. Nú? Nei. Já. Já, hvað, á ég að skuttla þetta hlemm og þú verður þar eða? Hvað, ef að hittast á okkur staði? Ég sagði ég bjóði í Jórufellinu. Ó, Jórufell, hvað er Jórufellinu? Já, Jórufellið. Þegiðu, maður, þegiðu. Jói. Þegiðu, Brandur. Þegiðu, Brundur. Af hverju ertu með kort? Brundur. Í vinnunni. Brundur.
Heyrðu, Hættu þessu, Brundur! 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 Jesus Christ maður, þetta geppi. Jórufell hvað? Sverum. Jórufell númer 93. Jó, það gengur bara upp í 36. Jórufell 93. Já. Haraldur, því 19 ára krakkinn sem kom hérna. Já. Hann að rugga sér inn í geymsluði. Heyrðu, ég verð bara að mæta þar sko. Halli. Maður verður bara að joina sko. Já, halló, gaman að sjá þig. Þetta sé góð Áhugaverð sko. Úlfur, við hefðum átt að hafa fengið ykkur hugmyndi eitthvað. Við bara spinnum þetta alveg. Við hefðum átt að koma með eitthvað sérstaklega. Þetta var alltaf mikil kás. Já, þetta var 6 mínútur. Já, heyrðu, ég að hugsa hvort við ættum kannski að spila eitt lag núna. Til Arons. Já, Guðný maður. Já, til Arons. Til Arons. Nýtið þið fallega tóna Guðný Maríu. Við ætlum Til Arons. og okkar. Við erum að heyra nýjasta Guðný Maríu leið fyrsta skipti í fyrstu. Að við fáum eitthvað höfundarétt eitthvað vonandi. Já, við spilum ekki alltaf. Spilum kannski bara 50 mínútur. Og við tölum yfir það og við verðum eitthvað að syngja með. Já. Here's the deal. You failed. Já, rauðlýsing maður. Þetta er þarna. Hvað er þetta? Boss Baby 2? Eitthvað, ég veit ekki. Augnablik ég við hlifið ansa ég í síman minn Ári skrambans ónæðið og satungur plastbókinn Ég sem kom að finna Aroni alla mína hlédrægni Undalegt hve erfitt að sýna honum einlægni Tilfinningar Hvað er hún að segja maður? Endalaust ég segi aldrei neitt við þig Háfa þóra bjalla í mig þarna beint við dýrnar Mér finnst þetta ekki mjög, ég verður ekki, mér finnst þetta ekki mjög gott Guðný Maríu. Nei, Hún hefur gert betur lög, sko. Já. Eins og Akureyrar Babe. Já, og það vantar eitthvað til að, já, Tell Me Tinder er bara eitt besta. Úlfur, hefur ennþá heyrt Tinderlæð? Tinderlæð, nei. Já, við verðum að spila það. Já, í alvörinni, þú verður að heyra Tinder. Það er eitt besta lag í heimi sem Guðný var. Þú ert fyrir klátið, skastjólu. Eru þið tilbúið? Ok, og við skulum ekki tala yfir. Leiðum mér að sjá vídeóið. Það er alveg mitt upp á. Leiðum mér þá að sjá Við skulum vídeóið. ekki syngja yfir því að við verum að úlöfunni njóta þess. Ok. Eru þið tilbúin? Já. Ok, Tinder, tell me, please hit that squeeze or left or right, give me a sign. Who's the best one by my side? Tinder, tell me, what's the truth? Hit that pulse or left or right, give me a sign. Who's my hottest, way, can't wait, my soulmate. Prestigiere han som ghetto oss money, bye. Another little thing is hard, might be a superstar. Yes, so broke on a boy who thinks my body is a toy. And my story's so coolly wild, looking for a little child. Tinder, tell me, please hit the squeeze or left or right, give me a sign. Who's the best one by my side? Hvað er hún að segja, kjæklingi? Tinder, tell me, Tinder. Who's my hotter, way. Hvernig skilur þú hvað hún er að segja? Það er eitthvað annað lægur, ég veit ekki hvað þetta heyrir þetta, sko. Já. Hvað var bara take on me yfir þetta bara svona? Já. Ógeðslega love take on me. Segir þú satt og síma? Já, harðu, Þannig að við ætlum að fara og gera, segir þú, ekki að spjalla í þessar 10 mínútur. Ég held að Við verðum að gera tíminn segir tekur mjög langan tíma, sko. Já, nákvæmlega. Þannig, já. En við klippum mest að út. Já, við höfum bara tíminn í kompuna, hann er ekki svo mikill, þannig. Já, gerum það. Sleppum tíminn spjalli. Já, við skulum bara fara í þeirra þetta aldrei. Þegar það á ég að byrja? Já, endilega. Gerði styrkt við mig í morgun? Nú. Kannski ekki. Þetta segir satt. Það er Ég ætla að segja ykkur smá. Við hittum bara klukkan 9:20
til að labba af stað í Borgarbókasafnið. Það sem hafði gerst klukkan var 7:40 og ég vaknaði óvart út að ég hafði óvarsett vekjarklukkan mín þá og ætlaði að fara klukkan 8:20. Ég enda að koma til Argmundar klukkan 8:20 og svo ég var fyrir utan þetta klukkan 9:20. Þannig ég fór aftur heim. Sko, þarna var ég búin að vera að drífa mig svo mikið út. Ég hafði alveg glemt mér. Og ég hafði, einu sem ég hafði verið borðað var 1 hafrakeks. Með smjöri. Já. Ég held að þetta sé sett. Og Já. þetta smá stund, þetta ekki svona búið. Það ekki svona komið að hlutanum í þessu. Það ekki komið alveg í kjötni. Ok, logið. Og svo eftir þetta, þá ég bara, ok, það alveg nörg tíma, það klukktíma eftir. Þannig að ég fer heim, fæði mér samloku. Það var ekki til mikið. Samloku? Já, í morgumat. Ég held að þú fékkst þér bara 1 hafrakeks. Já, en þarna var ég búin að borða hafrakeksið út af ég var búin að drífa, ég var að drífa mig svo mikið, ég gæti bara að fengið mér 1 hafrakeks. Já. Og það var svo lítið að borða, þannig að ég ákvað að fá mér, þetta sem er svo sultasamloku, það er líka langt sem ég fekk hann, það er ótrúlega góð. Og það er nefnilega eldhúsið mitt, það er svona, maður er aðalega, og það er svona við hliðin hjá því, það er opn, það fyrir svona upp og svona opna það fyrir hátt uppi. Og sé, endurspeglun á glerinu á opninum, þá sé ég endurspeglun af Lubba, hundinu mínum. Og ég segi, ó hæ Lubbi, og hann er ekki þarna. Ég bara snýr mig strax við og ætla að byrja að klappa hannum. Og hann er ekki þarna og ég kík inn í stofu og hann er alveg rólegur í sófanum. Já. Það sem ég hefði séð hann áðan. Þetta var örugglega offsjón. Já, ég fæ oft svona offsjónu líka, sko. Já, ég held þessi sönn saga samt. Já, ég held þessi sett. Já. Hvað er þetta? Logið. To be continued. Nei, þetta var satt. Okay, Já. Ok, Ég er bara alltaf eins og þegar við segjum ekki satt og orða. Ég veit Ok, ekki ég- þetta er pennan mér. Ok, ég er með sögu. Á! Ég meinti mig. Ok, ég er með sögu. Ekkert þannig, ég er bara að segja ykkur Úlfur bara Ég- allt í einu. Hann gerði ekki neitt. Ég held að hann var að feika þetta núna. Ég var ekki að feika já, þetta. já, en ég er með sögu. Íslensk Twitter-stjarna er að followa aðganginu minn á Twitter. Já, Kíkja á satt. Twitter, Satt. Ha, hún er alveg með eitthvað, held ég alveg. Hvaða Twitter-stjörnu er þetta? Hann heitir Ármann Jakobsson. Já, ég veit hvað það er. Það? Fyrir frægur, sko. Já, ok, Alveg með satt. 5.000 followers. Satt. Það er satt. Það er er bara motta sig. Ármann. Nei, ég hafði ekkert annað að segja. Ég þurfti að finna eitthvað að segja. Það er alltaf svona, ég hef ekkert til að segja. Já. Og já, Úlfur. Ég reyni að láta pennan detta Ok, svona í lokið. allt í lagi. Þannig að ég var á þarna á Krít árið 2018 og venna að segja ég fór á þessa þarna á þessa túristaferð þar sem þarna maður fór á svona fjórhjól sem Sveppi og Gói og Villi fóru í þarna í fyrstu algjör Sveppimyndinni, þarna það. Við fórum í svona þannig ferð og ég var svona bak við mömmu minni mig og svo fórum við á þennan dýragarð og við fórum á þetta svæði sem hafði svona skjaldbökur og mamma mín, hún fékk að halda á svona skjaldböku og misti skjaldbökuna. Og slasaðist hún. Já. Brotnaði skélinn eða eitthvað. Já, eitthvað svona þannig. Hún dó sem Það var bara svona ekki gott að missa þessar skjaldbökur. Hvenær gerðist þetta? Árið 2018 í Krít, sumarið. Mér finnst þetta Ég ekki langar að vita meira en sannleikur. fjórhjólferðina. Hjólfjóra, já, Fjórhjólferðina. Já. Ok, ég er með spurningu um þetta. já. Í fjórhjólferðinni var einhver leiðsögumadur. Já, það voru 2. Voru þeir 2 saman skjóli eða voru þeir á sikkur hjólinu, mannstu það? Já, mér minnir að þeir voru í sikkur í hjólinu. Var einhver fyrir aftan þá á hjólunum? Átti ég eitthvað að muna það, Já, eða? En Nei, mér finnst líklegt hefði þetta gerst þá hafði
hann að vera fyrir aftan fjósjörnumann fyrst að það svona örugast þegar þeir kunna í alveg með fjósjörnumann. Þetta voru margir, sko. Við vorum ekki eini í þessari... Ég held að þetta með skjaldbökuna sé logið, þannig ég líka. Ég veit ekki, ég hugsa það fyrst það ekki alveg... Ég sé logið. Ég veit bara með skjaldbökur sem ég hef séð, þar eru oft í kringum svona stórar, já, bara pinga bara litlar. Hefur þið getað slasa sig, þannig ég ætla að segja satt. Ok, hvað segir þú? Logið? Ok, hvað var þetta? Logið. En við heldum samt á skjaldbökum. Ok, Mamma bara misti ekki skjaldböku. Ok, mín mjög einföld. Ég hef aldrei smakkað Nutella-brauð. Satt. Eða, við vorum eitthvað ræðið daginn. En hvað Nutella-brauð? Ég hef brauð með Nutella. Er það að tala bara smurt Nutella? Já. Þú veist, með minni... Áttu Ég held að þú smakkaði og fannst það ekki gott. Ég held að maður gefur bara smakka svona jarðarberja Nutella. Jó, reyndar, út af hann alltaf að segja hann hata Nutella. Hann hlýtur að hafa smakkað það. Hann getur ekki bara sagt, ég hati þetta þó hann hefur ekki smakkað. Þannig ég held að segja þetta satt. Nei, Logið. Það rétt hjá okkur, ég lífa ekkert. Hefur þú ekki bara eitthvað einu sinni fengið það? Jú, mér finnst það alveg frekar gott. En okkur er þetta alltaf að segja að þú hata Nutella. Mér fannst það þegar ég hafði ekki smakkað það í ógeðslega langan tíma. Mér finnst það bara svona ágætt. Ok. Þetta var... Herðu, ég kom með hugmynd fyrir ykkur til þess að hringi í. Nú. Já. Hver er það? Það kemur í ljós. Nei, Úlfur. Nei, stafar. Já, bara býðu. Ég er með þetta, ok. Segðu það bara. Nei, ég er með þetta. Ok, þannig að bara gerið ykkar. Ef að prófa að hringi út af sögum. Nei, mér var langar að gera það síðast. Nei, það er ekki svo langan tíma. Já, ok, ég hef ekki að hringja mínum síma. Okkur að hringi í útvarpsögu, það er svo leim. Útvarpsögu, ekki sjónvarpsögu. Ok, Adna, Maggi, þú er bara jafnbundur að skrifa útvarpsögu. Þetta verður... Nei, þú ert á netinu, Maggi. Opnar Google já.is. Já. Kanntu að borða síma? Já.is leitar útvarpssaga hringir og ekki, Maggi, ekki ít á spíkar. Þú ert ekki að ít á spíkar og tala við síman. Ok. Tala bæði við mikrofón og síman, þannig að þú svona. Ertu að fara til Vestmannaeyja í dag? Á morgun. Ég ætla að hjóla, taka og stræta og Landeyjahöfn. Og svo finnst þetta heitir Landeyjahöfn. Af hverju útvarpsögu? Ég veit alltaf bara þið verðið fáránlega að finna. Ertu búin að finna þetta, Maggi? Ég fann það. Ertu bara að rífa kjaft við útvarpsögu eða eitthvað? Og þú ert ekki að fara að setja spíkir. Ok, ertu tilbúin? Slökktu. Þetta gæti verið gott. Þetta gæti mistökt og gæti ekki. Ekki ít á spíkir, Maggi. Ok. Ekki gera neitt sérstaklega og tekna þessu betur í. Þetta er alveg sem þetta er eins djúpt í að hægt. 1, 2 og byrja. Þetta er svo tísat. Maggi, ekki vera allt og dánlega. Halló? Við þeim að svara fyrst. Þið eru búin að svara. Halló? Akkur heyrum við ekki svona hækkað í þessu. Þið eru að hæsta. Jó, þú ert ekki með þetta. Halló? Hæ? Góðan dag. Þú hefur náð sambandi við útvarpsögu. Athygli er vakin á því að símtalið kann að vera hljóðritað. Á heimasíðu stöðvarinnar Já, þetta, ef þetta er hljóðritað. Ok, hvað er annað? Hvað annað? Siggi Hall. Siggi Hall, ok. Ég skal googla hvað hann heitir. Býtu, ætla ég alveg að taka grínið mitt sem ég gerði í dag? Nei, ég meina í gær. Hvað? Af hverju hringir ekki í Sigga Hall? Já, það er gaman. Akkur ekki. Það er bara að hringi í Sigga Hall. Af hverju hringur ekki í Evu? Nei, Sigga Hall. Siggi Hall. Það stendur mér til við getum sagt henni til hamingju með afmæli í gær. Hver er það? Til hamingju með Óskaðu Ingu Sæland. Já, gerum það, Inga Sæland. Ég segi, aftur ekki afmæli í gær. Ég er stór aðdáandi. Já, við höfum bara karaoke í gær við vinirnir. Já, bara til hamingju með afmæli. Aðdáandi
Og Maggi verður með mjög breyttu röddu Svona þekkja ekki þegar við tökum viðtalið Býtu, heldur hún eigi eftir að þekkja Magga eitthvað? Já, við erum að eftir nokkra vikur erum að fara að taka viðtal við hana í fáuppþáttum þannig hann má ekki þekkja hana já, og ég segja það, ok Ekki, ég alveg svona og Maggi verður ekki fyndið og Maggi syngja svona ég Inga með tilfinning það ekki dálítið vonskatti jú, reyndar og ég syngja mér í afmælisöng ég Inga afmælisönga og ég klappa eina ég haldi það að Inga hlustar út á podcast aldrei það stendur ekkert símanúmerið hennar Ég skil það prófum bara Siggi Hall Já, Siggi Hall finna hvað hann heitir það bara blæður putta mín það stendur maður þegar hvað hann heitir hann bara Siggi fucking Hall Já hann heitir Siggi fucking Hall ég skil Pröfur Sigurður Halldórsson það stendur bara alltaf það stendur ekki neitt alvöru nafnið hans Hann heitir Siggi Hall sko það er hægt að heita Hall ég ætla að nefna þig Siggi Hall Sigurður Hall Sigurður Halldórsson mér svo líklegt nafnið Sigurður Hall prófa að googla hann ég ætla að googla hann og sjá hvað ég Inga algjör sminka ég Inga algjör skinka nei það stendur algjör neitt nei það ekki neitt Siggi Hall hann að vinna á apótek nei þetta eitthvað allt annað Siggi Hall að vinna á apóteki já hann heitir Sigurður Hall nei sjá Sigurður Hall á meðan bíl þá ætlum ég að segja ykkur fyndist grín já hvað sagði bananinn við hinn bananan? Sigurður L.R. Matrmistari hlýtur að vera þessi eða ekki? Já jú spurðu, er þetta Siggi Hall kokkur? Já ok, ég skal gefa hringi bara úr mínum ok ég ennþá að hugsa málum ekki verða hún að segja hvað segir er þetta Siggi Hall matreiðslumeistari besti kokkur í heimi er að fara að koma ný sería á Ísskapastríði nei, ég ætla bara að vera besti kokkur í heimi við fyrir að hringi Ingvar hafni eftir þetta já, og síðan ætla ég að segja já, þú verður bara að fara að fá Michelin-stjörnu tilbúin, ok spurðu, er þetta Siggi Hall kokkur og hann fyrir nei að bara það skilma ok Þetta númer ótengt. Hann er með heimasíma Svo hringir Siggi Hall aftur tilbaka bara ok, nei, slaka Ekki hækka svona mikið Halló, er þetta Siggi Hall matreiðslumeistari? Halló, hver er þetta? Er þetta Siggi Hall matreiðslumeistari? Já, hver er þú? Besti kokku í heiminum. Þetta er að fá Michelin-stjörnu. Er að fara að koma ný sería í Ísskapastríði? Já, ertu ekki spenntur að ganga vel í kokkabransunum? Ný sería í Ísskapastríði? Nei. Hvað heitir þú? Jóhannes. Jú, og hvað áttu heima? Suðureyri. Er að fara að koma ný sería í Ísskapastríði? Nei. Já, bless. Þú er að hringja í setna, Jóhannes minn. Já, ok. Gott að heyri þér. Bye. Ok, bless. Þú gerði þetta símat á Sigga Hall. Þetta var mistari. Jóhannes á Suðureyri. Jóhannes á Suðureyri. Jóhannes á Suðureyri í Sigga Hall. Hvað hringi Óskar Jónasson? Siggi kemur. Heyrðu elskan, veistu einhvern Jóhannes við þekkjum sem býr á Suðureyri? Einhvern sem á bænsmyndir Jóhannes á Suðureyri? Ok, ef að hringi þannig að ef við núna hringi Óskar Hvað er í
Ég að spá Óskar Jónsson leikstjórinn á uppáhaldsmyndinu minna á allar tímu Sódóma Reykjavík, hún íslensku mynd frá 1993 1992, skis Já Nei, hún frá 93 Ok, og hann leikstýrði líka Perlur og svín og mörgu öðru og kom líka fram í til dæmis Fóstbræðurum Ok, þannig getur spurt hvað allar voru að spyrja ætlar að spyrja hvort þau koma Sódóma 2 og Ég ætla bara að spyrja hann viltu ekki spyrja hvort þau koma ný sería myndið eitthvað Já, ok, þannig að slökktu ég öllum hinnum talaðu við síman Var kvikmyndagerð maður eða? Já, þetta hans Það ekkert að gerast Slökktir á farsímanum eða hann utan þjónustusvæði. Slökktir á farsímanum. Það hlýtur að vera komið til Hollywood. Já. Hann er heima sem að prófa hana. Já. Segðu samt, er þetta Óskar eða eitthvað? Daginn er þetta Óskar Jónsson Líður óþægilega úr Já, mér líður óþægilega Við gerðum líður í Símat og Sigga Hall og hún er að fara að leita við Jóhannes og Sín Þetta gekk ekki alveg jafnvel Gera bara tilbaka Er eitthvað annar Já, það skil ég bara Þannig, er eitthvað annar sem þú vilt syngi? Edda Björgvins Já, Edda Björgvins Já Spurðu hvort það sé að fyrir að koma ný stöllumynd Já Spurðu hvort það heilsubæli Spurðu hvort það heilsubæli sé að fyrir að byrja Ég ætla að spyrja eitthvað meira hvað gerðist eiginlega Ekki að spyrja eitthvað, já, er komið eitthvað nýtt Ég er ekki Gísli Rúnar dáið Spurðu til Stellu Það er það ekki fyndið Ef maður spyrja hvort það verður að koma ný Stellumynd Það degi meiri dögum Voru einhverju plön að gera þriðju Stellumyndina? Ekki gera grín þessu Gísli Rúnar er algjörmeistari Og aðra seri á Ég var ekki að tala við þig, ég var að tala við allir hlustundur Já, ekki gera grín af Gísli Rúnar Einmitt Já, halló. Já, góðan daginn, er þetta Edda Björgvins leikkona? Já. Já, mér langar bara að segja, ég er stór aðdáandi. Og þakka þér fyrir, hvað heitir þú? Ég heiti Mattías. Já, Mattías sæll. Mér langar að spyrja nokkra spurninga leikferil þinn. Hvað segir fyrirgeðu? Mér langar að spyrja þig nokkra spurningum leikferil þinn. Já, fyrir hvað bara, er það að gera eitthvað blað eða eitthvað svoleið? Nei, ég var nú bara fróður að vita það. Langar að vita það. Ég skil þig. Já. Okay, það verður stutt.
Voru einhver plönum að gera 3. Stellumyndina? Með Stellu úr Stellu Jórlafi. Hvað segir, viltu endurtaka aðeins hægar? Voru einhver plönum að gera 3. Stellumyndina á eftir Stella í framboði? Sko, það hefur verið draumur minn lengi að gera sko Stellu og Salomon á sólarströnd með gamalmennum. Það var svona draumur en hann hefur aldrei náð neitt lengra. En hvað með heilsubælið? Voru einhver plönum að halda áfram með það, heilsubælið í Gervahverfi? Já, heilsubælið átti að verða sviðsverk, fara upp á sviði að gera leikrit úr því. En svo kom nú bara, held ég, COVID í veg fyrir það þegar við vorum að vinna að því. Já. Og síðasta svo ein loka spurning og það hvað eiginlega, hefur eitthvað uppáhaldsverk sem þú hefur leikið í? Já, sko, uppáhaldsverkið sem ég leikið í sem var bæði fyndið og skemmtilegt og mjög sorglegt líka og ég lék það í alveg 3 ár, það heitir alveg brilljant skilnaður og eftir konu sem heitir Geraldine Aron og mjög skemmtilegt leikrit. Já. En já, þetta voru allar spurningarnar. Takk fyrir. Heyrðu, bara gaman að þú skulir sýna mér og þessu sem ég verið að gera svona mikinn áhuga. Bara takk fyrir að syngja Mattias og gangið rosalega vel í lífinu. Já, afsakið við truflaði hana. Nei, þú varst ekki að því. Bara gaman að heyri þér. Ok, já. Bless. Já. Þetta Björg, þetta verður mig hjartarætur. Já, ég líka, ég bara. Þetta var. Herðu. Þannig að það ætla að fara að gera heilsubæla leikrit. Já, ég hefði viljað sjá það. Það er neyðislegt. Og þú veist, það gæti kannski alveg komið því að það ætla að byrja að æfa þetta bara fyrir ári eða eitthvað. Ég held að þetta mun verða veruleika. Og svo líka eitthvað leikrit, eitthvað sorglegt og skemmtilegt, eitthvað brilljant. Þriðja Stellumyndina Sólarströnd. Og ég held að það var einhver plön en svo var hún ekki samþykkt það. Nei, hún vildi gera það. Sem ég vissi þetta mjög áhugavert að Salomon var þegar því. Ég hef spáið að kíkja á það. Ég er að spáið að taka stóra stökki og hringja í Örn Árnason. Gerðu það. Og sko, bara gerðu það. Já, ok, róið ykkur. Ég þarf aðeins að hugsa hvað ég ætla að segja. Ég er að spáið að segja, eitthvað plönum að Spaugstofan muni halda áfram. Já. Síðan kannski. Varstu ekki búin að gera það með Pálma? Já, það var ekki beint, það var bara ég spá, hvað við einhvern tímann að tala saman, Pálmi og Örn og einhver aðrir og Pálmi eitthvað segja, já, það voru einhverju að spyrja mig út í eitthvað og já, það gerist líka mig, já og svo bara í sleiknaður. Þið hittast sko Spaugstofan, þið vissu þetta kannski ekki, þið hittast í hverju viku á kaffihúsi og spjalla saman. Þeir eru bara félagar. Þegar við verðum með Fuglarnir þá verðum við bara hitta eldgamla 103 ára Spaugstofu minni og bara Randverðarinn eins og Örn Árnason var að rúka sér inn á stóra geislappa. Nei, ekki þegar við erum að fara að syngja í Örn Árnason. Nei, en ekki, þetta var atriði. Já, ok, við skulum tökum þetta tilbaka. Herðu, já, og fyrir að spyrja ég man eftir London, það sem Spaugstofan fór til London. Ég langar að byrja að sperga upp Ég man að þú fórst ekki með þeim til London, af hverju var það? Já, ég var nú bara daldið. Og síðan kannski þriðja spurning, já, hvað er svona uppáhaldshlutverkið sem þú leikir? Já, húsasmiðuauglýsingarnar. Ok, eru þið tilbúin? Ok, 1, 2 og Halló, er þetta Örn Árnason leikari? Jú. Já, ég er mikill aðdáandi og maður langar að spyrja nokkra spurninga, má ég það? Já, en það, sko, ég er reyndar að starta hérna á æfingunni í leikhúsi. Já, það svo ekki það. Hringdu bara í mig eftir klukkan 4. Já.
Nennir því? Já, ég get alveg gert það. Ok, Gerð það. bless. Já, bæ. Sko, ég að spá í að að við komum aftur saman í ekki kompuna, eitthvað staðar annars þar. Já. Og klukkan 4 og hringjum í Örn Já, hvernig var svona að taka Hann að vinna í leikhúsi. Já, með myndavél. Jú, það er og þetta var Örn Árnason, strákar. Við erum að fara að hringja í hann. Okkar guð. Þannig að við skiptum núna á nokkrum klukkutíma seinna þegar við hringdum í Örn Árnason. Ekki hafa þetta, það er stórt mikið. Halda borðinu. Mér sér ekki. Halló, ég ætlaði að tala við þig áðan. Já, í dag. Já, ég langaði bara að spyrja þig nokkra spurninga, ég er mikil aðdáandi. Já, það kann þér, já. Ég skal svara einhverjum spurningum. Hvað viltu vita? Já, kemur eitthvað til greina að Spaugstofan muni halda áfram að gera fleiri þætti? Ég held ekki, nei. Nei. Held að hún sé búin að reyna þessi skeið. En má eitthvað frétta fleiri frá Harry og Heimi? Heldur að segja eitthvað nýtt með þeim? Já. Ekki eins og en það getur vel gerst að við komum aftur í útvarpi svona með nýja þætti en það er allavega ekki í farvatninu eins og en það er svona verið að spá í það. Já, og ég veit ekki hvort þú maður eftir þessu en það var þáttur í Spaugstofunni þar sem þið fóru til London. Já. Og ég tók eftir að þú varst ekki með í atriðanum í London. Fórstu ekki með til London eða? Nei. Ég var að vinna í Reykjavík. Já, ok. Komst ekki með því miður en það hefur verið gaman. Já. Hvað er eiginlega svona uppbóðs hlutverkið þitt sem þú hefur leikið? Það er voða mikið svona það sem maður er að leika hverju sinni. Ég er að leika svona Bastian Bæjarbókita í Kardimáfer. Mér finnst það brókslega gaman. Það er uppbóðs ekki mitt þess að dagana. Já. En mér langar að spyrja vegna þess að ég misti af leikritinu yfir til þín. Veistu hvort það var tekið upp eða eitthvað svoleiðis? Yfir til þín? Já, leikritið í Þjóðleikhúsinu með Spaugstofunni. Já, þetta var svona, nei það var ekki tekið upp, nei. En sýningi þín City er 60, er hún væntanleg bráðum? Já, í október. Já. Takk fyrir þetta. Ef að COVID er ekki fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Örn. Það var gaman að heyrir. Ekki máli, hvað heitir fyrir ekki? Arnmundur. Út Arnmundur. Já. Ekki máli, bara vonandi nýtist þér þetta. Já. Bless. Já, þetta var skemmtilegt síndal og Örn. En ég held að við ættum áður en við endur þetta. Þú verður að segja að við erum á samfélagsmiðlum. Nei, Úlfur, ætlar þú ekki að hringja? Jöp, og við þurfum ekki síma. Annars að ég er með þetta plana. Bara slökkðu á ykkur. Og Mattías, það væri kannski gott ef þú myndi gera hana ringitón inn þarna. Ok, já. Hvað er? Já, halló, þetta er pósturinn. Já, komdu sæll, er þetta pósturinn? Já, það er ég, þetta er pósturinn. Hvað ætlaðu að kaupa? Nei, ég er mikið aðdáandi. Ég var bara svona að spá í Ertu bara að leika þetta hlut, en get ég fengið að tala við leikara sem leikur póstinn eða? Já, það er ég. Hæ, þetta er ég sem leikur póstinn. Já, ég er mikið aðdáandi maður. Mér langar bara spá, svona bara, hvað er uppáhalds hlutverkinn nú? Það er enda bara eina hlutverk mitt þarna pósturinn og líka bara þarna elko-auglýsingar. Nú ertu búin að vera í elko-auglýsingum? Já, ég er búin að vera í þeim öllum og bara, þetta er bara frábært að vera leikari, sko. Já, ég er líka að leika í Fuglugu, sko. Ég er líka í þessu podcasti þarna Karlakonum. Já, en indislegt. Ætli kannski að kíkja á það. Já, bara kíktu á það. Já, ok. Bara, ertu með einhverja spurninga kannski eða eitthvað? Nei, ok, bye. Já. Herru, tíminn okkar í kompunni alveg vera búinn. Þurfum frá hættu þessu með minnum á samfélagsmiðla
ASA TV, við erum á Twitter, Afsakið þetta. við erum ASA TV 10 þar og við erum á Instagram, við erum ASA Ég sé TV eftir þessu. Iceland, við erum á YouTube, við erum ASA TV, þannig líka með ASA TV 2 Arnaldi fannst þetta og ekki ASA skemmtilegt. TV Gaming á YouTube og síðan höfum við líka Twitch, við erum þið ASA TV Gaming eða til að ná betur þetta farið í lýsinguna á þættinum hvar sem þið eru að hlusta á þetta og þar eru upplýsingar alla tengla og samfélagsmiðla. En ef að þið viljið fá samband við aðeins einn okkar, þá ég með gmailið. Já, það stendur líka í lýsingunni. Atlason@gmail.com. En svo líka þetta finnum við Twitter undir @kannski_Matti ég norði. Ég hef Gmail. Já, og ég skrifa það líka. Og ef þið viljið hafa samband við okkur allar sendið tölvupóst á ashtvþjóð@gmail.com. Þannig að spurði mig endilega spurningar. Hafið þið bara góða viku, kæra áhorfendur. Við sjáum eitthvað næst. Og við ætlum að fara að hringja í Örn Árnason. Takk kærlega fyrir að hlusta á Kærlakofan. Takk, þið eru algjörum meistarar fyrir að nenna að hlusta á okkur. Ok, bye.